Komið sæl. Það svona lægðarsvæði við landinu, búið að vera skýjað og víða úrkoma. Og svo gerðu nú myndalegar skúradembur og eldingar fylgdu með fyrir austan. Eldingarnar voru nú aðalega þá sem sagt inn til landsins upp á hálendi. En við sjáum hérna lægðina og svona engin vel skilgreind lægðamiðja en hún svona verður svona dinglandi en fer aðeins svona lengra til austurs og þá fáum við hérna norðanátt smá saman núna næsta sólarhringinn og það ætti nú að létta til allavega fyrst sunnanlands og svo vestanlands og svo náttúrulega annað kvöld þá kemur hæðarhryggur og þá léttir til einnig norðaustanlands. Síðan næsta leið í startholunum hérna við Hvarf og hún kemur sögu seint á mánudeginu. Þannig að við erum svolítið í svona lægðagangi. Það er sæmilega milt, fór í rúmar 18 gráður á nokkrum stöðum og við sjáum að það er ekkert að kólna hjá okkur neitt á næstunni en svona í norðanáttinni að þá er nú svolítið svalt svona fyrir norðan. En við sjáum að það er almennt sér skýjað núna undir kvöld og síðan sjáum við hér nokkuð mikið úrkomumerki ennþá þannig að það geta verið nokkuð svona hraustlegar skúradembur svona fram á kvöldið hér á Austurlandi en annars úrkomulítið hér sunnan suðvestanlands og aðal úrkomusvæði svona færist svona smá saman yfir norðanvert landið á morgun. Nokkuð bjart hér þá sunnanlands en annars yfirleitt skýjað og svona rigningasúld fyrir norðan og áfram einhverjir skúrir hér en svona kannski ekki eins myndarlegir skúrir og var í dag. Styttur upp hér austast einnig þegar svona norðvestanáttin kemur en svona inn á héraði og hér á Austurlandi og norðausturlandi verður þungbúið og svona slitrótt úrkoma en sunnan og vestan til landinu svona þurrt allavega og nokkuð bjart hér svona síðst á landinu gæti sést alveg til sólar hér sem starf vestanlands. Hitinn verður hæstur hér þá sunnan til eitthvað nær nú líklegast ekki 20 gráðum en svona upp undir það en svona slefar í tveggjastafa hitatölur hér norðan til kannski. Og síðan styttur upp smá saman hér fyrir norðan og austanlands og annað kvöld og lægir og hæðarhryggur svona færist yfir, hann mun staldra stutt við og síðan svona seinnipartinn þá fer að hvessa af suðaustri hérna suðvestanlands og fer að rigna, fylgir strekkingur með þessu en á norður og austurlandi fínasta veður og þar verður hlýjast líklegast svona vel yfir 15 gráður það sem best lætur, svona lengst af sólríkt þar en síðan fara þau skil yfir og þyknar upp þar einnig en það kemur svo önnur bylgja í kjölfarið og þannig að það verður víða nokkuð samfelld úrkoma hér sunnan og vestanlands á þriðjudaginn, kannski síst hér fyrir austan, allavega til að byrja með en þetta fer svo einnig yfir. Þannig að besta veðrið verður einnig á Norðausturlandi á þriðjudaginn og sama svona svolítið þétt á milli þrýstilína þannig að það verður svona strekkingur allavega í þessu, suðaustan strekkingur. En síðan svona óstöðurloft sem tekur við suðvestlægari, hægari og skúra leiðingar víðast hvar nema þá kannski hér á Norðausturlandi svona úrkomu lítið. En hitinn, það kólnar ekkit að ráði hjá okkur og síðan verðum við svona í lægðagangi virðist vera næstu daga og svona útlit fyrir að verða einhver lægð, við fáum lægð þarna næstu helgi sem þá verslunarhelgi. En það verður komið ljós hversu slæm hún verður en við sjáum hér nokkuð óstöðugt loft, það er víða þrumuveður í álfunni hér í Evrópu, kannski síst vestast í henni og svo einnig sleppur þetta til hérna á Ítalíu og suðaustan til það sem er hitabylgja ennþá. Það dregur nú aðeins úr hitabylginu í Skandinavíu og ef við skoðum svo hér í lokin Bandaríkjanna þá úrkoman hér í norðaustur fylkjunum gæti gert miklar dembur þar en annars nú svona lítið að frétta og víða ágætis veður. Látum þetta gott heita í bili, verið sæl.